Komin á fundi bæjarstjórn Vestmannaeyja. Þessi fundur númer 1585 og haldinn hér í Einarsstofu í Safnahúsi 5. júlí 2022 og hefst klukkan 17 og ég segi fundinn hér með setta. Í útsendri dagskrá að finna 9 mál sem eftirfarandi. Númer 1 umræða heilbrigðismál, númer 2 kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Síðan röð af fundargerðum til staðfestingar. Í dagskrálið 3 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 366, þar sem liðir 1 til 11 liggja fyrir til upplýsingar. Númer 4 bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3174, þar sem liðir 1 til 6 liggja fyrir til upplýsinga. Í 5. lagi framkvæmd á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 276, þar sem liðir 1 og 2 liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrárliður 6 fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur númer 360 og liðir 1 til 5 liggja til upplýsinga. Dagskrárliður 7 fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundargerð 279, liðir 1 til 4 liggja fyrir til upplýsinga. 8 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 367, þar sem liðir 1 til 6 liggja fyrir til upplýsinga. 9 bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3175, liður 3, þar sem að ræða endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns starfsmanna Vestmannaeyjabæjar. Það liggur fyrir til staðfestingar en liðir 1 og 2 og 4 til 10 liggja fyrir til upplýsinga. Og þá ekkert að vanbúnaði að ganga nú til þessarar dagskrá. Fyrsta dagskrármálið umræða heilbrigðismál. Íris Róbsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, jafnt aðgengi allra landsmanna heilbrigðisþjónustu á að vera grundvallaratriði í samfélagsuppbyggingunni. Svo hins vegar ekki raunin fyrir fólk á landsbyggðinni í dag. Formaður Læknafélags Íslands hefur verið að taka út stöðuna á landsbyggðinni, til dæmis hvað varðar læknamönnun. Og Fréttablaðið hefur fylgt því máli mjög vel eftir og meðal annars var viðtal við Davíð Egilsson sem yfirlæknir heilsugæslunnar hér í Vestmannaeyjum. Og hann segir að ástandi hér í Eyjum sé óásættanlegt hvað varðar læknamönnunina. Staðan oft þannig að það ekki nema 50 til 75% mönnun. Og það sjá það allir að það ástand mun ekki geta gengið mikið lengur. Samkvæmt samtölum mínum við heilbrigðisstarfsfólk og mönnun heilsugæslunnar að þeirra mati langmikilvægasta málefni næstu misseri til þess að hægt sé að tryggja grunnþjónustu á landsbyggðinni. Það þörf á sameiginlegu átaki og nauðsynlegt að landsbyggðarsjúkrahúsin og þeir sem reka heilsugæslur komi saman að þessu borði í samtali við ríkið svo hægt því að þoka málum áfram að einhverjum krafti. Það verður nefnilega að búa þannig hnútana að þessi landsbyggðarsjúkrahús geti mannað stöður heilbrigðisstarfsfólks þannig að þau geti veitt þá grunnheilbrigðisþjónustu sem ætlast til að þeim, en það eiginlega á hreinu að það þarf einhverja gulrót. Það þarf einhvern veginn að skapa þannig aðstæður að það sé spennandi, valkostur og tækifæri að fara út á land. Það mjög erfitt að fá lækna. Það hafa orðið ákveðnar breytingar á hvað við skulum segja umhverfi og kjaramálum lækna síðan fyrir kannski 10-15 árum gagnvart því að fara út á land og þetta klárlega hlutir sem þarf að skoða. Svo það líka sjúkraflutningarnir að það liggur nú fyrir að það búið að taka bara ákvörðun það án þess að spyrja, vil ég segja, kóngni prest að í rauninni að reyna að lækna í alla Íslendinga á Landspítalanum. Og ef að það á að vera og meðan það að þá þarf að auka öryggi sjúklinga á landsbyggðinni með því að styrkja og breyta fyrirkomulagi sjúkraflugs, meðal annars með tilkomu sérhæfðrar sjúkraþyrlu. Viðbragðstíminn skiptir auðvitað öllu máli og það ætti að vera öllum ljóst að ein sjúkraflugvél getur ekki annað öllu landinu. Sjúkraþyrluverkefni klárt, það vantar bara fjármagn. En það náttúrulega gríðarlega mikilvægt ef að við eigum öll að fara í nánast láta lækna okkur á Landspítalanum aðgengi sé það sama og því bara gríðarlega ábótavant.
Ráðherra hefur skipað starfshóp og sem hefur það hlutverk eða samráðshóp sjúkraflug samkvæmt tillögu starfshóps frá 2018 til að skoða aukna aðkomu þyrlna að sjúkraflugi. Og samráðshópurinn hefur það verkefni að samræma verklag í þeim tilgangi að stytta viðbragðstíma og tryggja rétt viðbragð, bæta og samræma alla skráningu viðbragðsaðila, móta framtíðarskipulag samráðsaðila þannig að unnið verði að sífelldum endurbótum og samræmningu og skráningu. Sérstaklega verði skoðað hvort stytta megi biðtíma eftir sjúkraflugi þar sem hann er lengstur og eru Vestmannaeyjar þar ofarlega á blaði. Greindir verða helstu veikleikar varða öryggi sjúklinga á landsbyggðinni og hvernig takast má á við á veikleika með breyttu skipulagi sjúkraflugs. Skoða hvort flugvél Landhelgisgæslunnar geti nýst til að efla sjúkraflug og síðast en ekki síst í skipunarbréfinu talað að meta forsendur og kröfur til sjúkraflugs og skoða faglegan ávinning að aukinni aðkomu Landhelgisgæslunnar að sjúkraflugi samanborið við tillögu tilraunaverkefni með sérhæfða sjúkraþyrlu útboð þar bera þessa kosti saman, sem í rauninni búið að skoða að hluta en einhverju hluta vegna á að taka það aftur. En mér fannst það mjög mikilvægt að þetta væri einn af punktunum í skipunarbréfinu að bera kostina saman. Af því að eins og við höfum margoft sagt hérna, þá finnst mér og fleiri sem sitja hér ekki í boði að Landhelgisgæslan taki yfir rekstur á sérhæfðri sjúkraþyrlu. Af því við teljum það vera heilbrigðismál en þetta starfsemi Landhelgisgæslunnar annars eðlis, þetta björgunarstarfsemi, þetta heyrir undir dómsmálaráðuneytið og það eðlilegt að sjúkraþyrlan sé undir heilbrigðisráðuneytinu og við viljum að sjálfsögðu hún sé undir Heilbrigðisstofnun Suðurlands og sé staðsett hér í Vestmannaeyjum að minnsta kosti yfir veturinn. En í starfshópnum sem á að skila af sér í lok árs 2022 eða samráðshópnum Hjördís Geirsdóttir sem tilnefnd að Neyðarlínunni, ég, Íris Ómarsdóttir, tilnefnd að Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Leifur Hallgrímsson, tilnefndur af Mýflugi, Auðun F. Kristinsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands, Björn Gunnarsson sem tilnefndur af Sjúkrahúsinu á Akureyri og Viðar Magnússon sem án tilnefningar. Fulltrúar heilbrigðisráðuneytisins í samstarfshópnum Helga Harðardóttir sem leiðir vinnu hópsins og Jón Magnús Kristinsson. En það þarf náttúrulega líka að huga að því þegar við tölum sjúkraflug að það þarf að huga að þjónustunni sem veitt hér á flugvellinum, það þarf að huga starfseminni í flugturninum og það skiptir miklu máli að öll þjálfun starfsmanna þar að það sé passað upp á alla þessa hluti, að þetta gríðarlega mikill öryggisþáttur fyrir okkur. En jafnframt þá skilaði sveitarfélagið inn umsögn þingsályktunartillögu stefnumótandi byggðaráætlun sem fyrir árið 2022 til 2036 og þar eru bara mjög metnaðarfullar 43 aðgerðir sem eru hugsaðar til þess að, gera landið að við allir þegnar landsins sitjum við sama borð og þetta allavega svona atriði sem eiga að styrkja bæði nám, grunnþjónustu og allavega og í A-lið þessa verkefnis að falla nokkrir þættir undir það er að jafna aðgengi að þjónustu og með áherslu á heilbrigðisþjónustu eins og fram kemur í lið A3 í þessari tillögu að þá lögðum við áherslu á það þegar við sendum hérna frá Vestmannaeyjum að það yrði forgangsraðað, þessar 43 aðgerðir verður ekki farið þær allar í einu og það sé mikilvægt að meta þær og það verður gert þannig að Vestmannaeyjar bara leggur ríka áherslu á að byrja verði á þeim markmiðum sem falla undir þann lið að jafna aðgengi að þjónustu og með áherslu á heilbrigðisþjónustu og nefndum sjúkraþyrluverkefnið að því það fullt af mjög flottum metnaðarfullum aðgerðum þarna, það verður ekki farið þær allar strax. Heilbrigðismálin þurfa að vera í forgrunni til þess að jafna þessa aðgengi að þjónustu. En það sem bara mikilvægt að við gerum núna, það að koma okkur á stað í það að tryggja það og helst í samráði við mikið fleiri sveitarfélög að allir landsmenn geti notið þjónustu Landspítalans með sambærilegum hætti. Það ekki staðan í dag og svo þarf við að tryggja það að heilbrigðisþjónusta sé aðgengileg öllum, alveg sama hvar þeir búa.
Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orði laust málið ætla ég að lesa hér eftirfarandi innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri fór yfir stöðu mönnunar í grunnheilbrigðisþjónustu á Heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum. Fram kom að staðan sé alvarleg á landsbyggðinni þar sem illa hefur gengið að manna stöður heilbrigðisstarfsfólks á heilsugæslum. Sama staða hefur verið og blasir við á Heilsugæslu HSU í Vestmannaeyjum. Bæjarstjóri sagði mikilvægt að halda uppi nauðsynlegri grunnheilbrigðisþjónustu í Vestmannaeyjum líkt og annars staðar og að til þess þurfi að manna stöðu lækna og annars heilbrigðisstarfsfólks allan sólarhringinn. Hlutverk samráðshóps sjúkraflug. Bæjarstjóri fór yfir hlutverk samráðshóps sjúkraflug með aukinni aðkomu þyrlna að sjúkraflugi sem heilbrigðisráðherra skipaði nýverið. Samráðshópurinn hefur meðal annars það verkefni að a. samræma verklag í þeim tilgangi að stytta viðbragðstíma og tryggja rétt viðbragð, b. bæta og samræma skráningu allra viðbragðsaðila, móta framtíðarfyrirkomulag samráðsaðila. C. sérstaklega verði skoðað hvort stytta megi biðtíma eftir sjúkraflugi þar sem hann hvað lengstur og eru Vestmannaeyjar þar ofarlega á blaði. D. greina helstu veikleika varðandi öryggi sjúklinga á landsbyggðinni og hvernig takast má á við þessa veikleika með breyttu skipulagi sjúkraflugs. E. skoða hvort flugvél Landhelgisgæslunnar geti nýst við eflingu sjúkraflugs. Og F. meta forsendur og kröfu til sjúkraflugs og skoða faglegan ávinning af aukinni aðkomu Landhelgisgæslunnar að sjúkraflugi, borið saman við tillögu tilraunaverkefni sjálfstæða sjúkraþyrlu og útboð þar Gert ráð fyrir að samráðshópurinn skili heilbrigðisráðherra minnisblaði framvindu og niðurstöðu hópsins í lok árs 2022. Og nú orðið laust þennan dagskrárlið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir og áhorfendur. Já, ég tek undir allt sem hefur komið fram hér í máli bæjarstjóra varðar mikilvægi sjúkraflugs og mikilvægi viðunandi mönnunar á Heilsugæslu HSU í Vestmannaeyjum og fagna stofnun þessarar starfshóps og vænti mikils af honum og ánægð að heyra greinargóðar upplýsingar varðandi úr skipunarbréfi hans. Það þarf auðvitað að velta mörgum steinum með hvaða hætti hægt að efla mönnun og mikilvægt að bæði heilbrigðis- og fjármálaráðuneyti sýni þessum aðstæðum skilning sem eru auðvitað ekki eingöngu bundnar við Vestmannaeyjar. Þetta eru auðvitað aðstæður sem eru víða á landsbyggðinni og að mikilvægt að bregðast við þeim og skoða með hvaða hætti hægt að bregðast við þessu ástandi. Hvort sem það líta aðbúnaði, launum eða öðru eða menntun. Við höfum gjarnan rætt það að það eru oft einstaklingar hér heima sem að hafa hug á að sérhæfa sig eða læra ákveðna heilbrigðismenntun en það eru auðvitað ákveðnir þröskuldar af þeim. Það eru inntökupróf og klásusar og annað slíkt og það ættu að vera hæg heimatök fyrir stjórnvöld að vera með einhvers konar ívilnanir eða annað slíkt sem að mér finnst allavega mikilvægt að við skoðum hvort það sé með einhverjum hætti hægt. Eins auðvitað líka skipta aðgerðir sveitarfélagsins máli í þessu samhengi. Þannig hefur til dæmis verkefni á borð við Veldu Vestmannaeyjar þar sem verið að markaðssetja sveitarfélagið sérstaklega sem ákjósanlegan búsetukost. Hefur ákveðið mikilvægi til að sýna kosti þess að lifa og starfa í Vestmannaeyjum líka sem heilbrigðisstarfsmaður. En auðvitað eru margir þættir. Við þurfum að bregðast við þessum mönnunarvanda og það þarf að gera það fljótt án þess að bara svo að þeir sem eru þarna að lifa og starfa séum ekki að brenna þeim út. Að öðru líka þá skiptir auðvitað miklu máli talandi sjúkraflug og sjúkraþyrluverkefni staðsetning innanlandsflugs á Íslandi. Og ég verð að viðurkenna að það voru gífurleg vonbrigði að sjá nýjan meirihluta í Reykjavík og umfjöllun frá 7. júní þessu ári með leyfi forseta kom fram á vef Morgunblaðsins í umfjöllun áframhaldandi byggingaráform í Vatnsmýrinni
undir fyrirsögninni byggja í Vatnsmýrinni eða byggja í Vatnsmýri ef það ógnar ekki flugöryggi. Þar segir tilvonandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson að verið sé að árétta og veita Ísafja umboð til þess að meta áhættuna og áhrif þess á flugöryggi að flytja flugvöllinn í Hvassahraun. Þegar þau gögn liggi fyrir verði hægt að taka næstu skref með hliðsjón af þeim. Þetta í samræmi við áherslur okkar að byggja hratt og vel. Þarna komið vilyrði fyrir lóðum undir íbúðir fyrir stúdenta, lágtekjufólk og fyrstu kaupendur. Þetta bara mjög mikilvægt hverfi. Ef það hægt og öruggt fyrir flugumferð, þá verður byggt þarna. Og þetta bara, ef ég á sig alveg eins og hreyfði mig mikið, það voru lagðar fram skýrslur og úttektir af því að sú byggð sem nú þegar risin inn í Vatnsmýrinni við nýja Valshverfið, að það myndi ekki hafa nein áhrif á flugöryggi og ætti ekki hafa nein áhrif á flugtíðni, en annað hefur því miður komið á daginn. Að það hafa skapast þarna skilyrði í aðstæðum flugs að þetta hefur haft truflandi áhrif á flug. Þannig að ég legg takmarkatraust á úttektir þessa meirihluta í Reykjavík flugöryggi. En að flugöryggi undan skildu, hvað öryggi íbúa á landsbyggðinni og aðgengi þeirra að okkar þjónustu sem að öll hefur byggst upp í kringum Hringbraut og Fossvog. Þessar gölnu hugmyndir að halda áfram að skoða það sem raunverulegan möguleika að byggja upp nýjan flugvöll í Hvassahrauni, þar sem meira að segja töluverða líkur að muni bara hreinlega gjósa á næstu árum, eru náttúrulega algjörlega fráleitar. Þannig að samhliða þessu verkefni þá þarf að berjast gríðarlega fast fyrir því að eins og hefur komið fram að meðan það ekki jafn góður eða betri kostur að það þarf flugvöllurinn að vera þar sem hann í Reykjavík. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið? Ef ekki, þá ætla ég að lesa hér upp eftirfarandi bókun í málinu. Bæjarstjórn Vestmannaeyja áréttar að jafnt aðgengi allra landsmanna að heilbrigðisþjónustu á að vera grundvallaratriði í samfélagsuppbyggingunni. Sú hins vegar ekki raunin fyrir fólk á landsbyggðinni í dag. Heilsugæslan á landsbyggðinni undirmönnuð og aðgengi íbúa að grunnheilbrigðisþjónustu skert. Það þarf að búa þannig hnútana að heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni geti mannað stöður heilbrigðisstarfsfólks þannig að þær geti veitt þá grunnheilbrigðisþjónustu sem þeim ætlað. Þá liggur fyrir að flestar flóknari aðgerðir eru í dag einungis framkvæmanlegar á Landspítalanum. Það þarf að auka öryggi sjúklinga á landsbyggðinni með því að styrkja og breyta fyrirkomulagi sjúkraflugs, meðal annars með tilkomu sérhæfðrar sjúkraþyrlu og ákveða þarf staðsetningu flugvallar í Vatnsmýrinni til framtíðar. Þannig tryggjum við að allir landsmenn geti notið þjónustu Landspítalans með fullnægjandi hætti. Og ég gerir ráð fyrir að þetta sé athugasemdalaust, þessi bókun. Þá förum við í dagskrárlið 2, sem kosning í ráð og nefndir og stjórnir, samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Á fundi bæjarstjórnar númer 1584 var kosið í ráð og nefndir og stjórnir á vegum Vestmannaeyjabæjar. 2 aðalmenn og 2 til vara voru skipaðir í öldungaráð. Í lögum félagsþjónustu hins vegar kveðið á að sveitarfélag skipi 3 aðalfulltrúa og 3 til vara. Til viðbótar koma síðan í öldungaráð 3 fulltrúar sem tilnefndir eru af félagi eldri borgara og 1 tilnefndur af HSU, heilsugæslu í Vestmannaeyjum. Fyrir bæjarstjórn liggur nú tillaga eftirfarandi skipan öldungaráðs: aðalmenn Thelma Rós Tómasdóttir, Helga Jóhanna Harðardóttir og Gísli Stefánsson. Varamenn Jón Pétursson, Silja Rós Guðjónsdóttir og Andrea Jónsdóttir. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við einfaldlega til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir tillögunni gjöru svo vel að gefa merki. Og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Og þá tökum við fyrir fundargerðir nefnda. 3. dagskrárliður fundarins þá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 366, þar sem liðir 1 til 11 liggja fyrir til upplýsinga. 4. liður bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3174, þar sem liðir 1 til 6 liggja fyrir til upplýsinga. 5.
framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja þar sem liðir 1-2, þetta var fundur 276 og liðir 1-2 liggja fyrir til upplýsinga. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 279, liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 367, liðir 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. Og þá komið að 9. dagskrárliðnum sem bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3175. Liður 3 sem heitir endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns starfsmanna Vestmannaeyjabæjar. Það liggur fyrir til staðfestingar hér í bæjarstjórn. Þeir sem samþykkja breytinguna gefi merki með því að réttu pönd. Og þessi liður samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 1 og 2 og 4-10 sama fundar í bæjarráði, þar að segja 3175, liggja fyrir til upplýsinga. Þetta síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarhlé. Næsti fundur 17. september. Samkvæmt 28. grein í samþykktum stjórn og fundarsköp Vestmannaeyjabæjar frá 17. september 2020 fer bæjarráð með sömu heimildir og bæjarstjórn hefur ella í sumarleyfi bæjarstjórnar. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og honum slitið.